Seinasta sem við ætlum að gera í dag, áður en við kíkjum á hvernig verkefni 7 verður, er að skoða hvernig verkefni 7 frá því fyrir 2 árum var, hvernig sýnilausn á því er. En það dæmi er mjög svipað því sem þið ætla að fara að fást við, sem er í raun að nota alert, prompt og confirm til þess að búa til viðmót og ná JavaScript forrit sem gerir eitthvað. Í þessu tilfelli var þetta að útfæra leik sem gekk út á það að reikna 10 stærðfræðidæmi hratt og mögulegt var og birta síðan niðurstöðu úr því. Þegar maður opnaði þess skjalið, sem við erum þá með eitthvað hérna sambarilegt hér, þá var notandi látin vita að þessi leikur var að byrja. Síðan voru sýnd 10 dæmi, þar sem áttu svarið hratt og gast, og þá er dæmið birt, möguleiki til að skrifa svarið og íta OK, og eftir að það var búið þá birtist hérna að þú svaraðir X af y dæmum rétt á seta sekundum, meðalrétt svörusekundum eru þ, af því að þetta hérna getur reyndar verið breytilegt líka. Og við ætlum að hafa allt í 2 aukastöðum, og ef maður hætti í miðjum leik, ef notandinn hætti í miðjum leik, þá er bara sagt að þú hefur hætt, og til þess að búa til dæmin þá er hægt að búa til plusdæmi, þar sem það var að leggja saman 2 tölur á bilinu 1 upp í 100, mínus 1 upp í 100, mörgföldun 1 upp í 10 og deiling, þar sem að fyrra talan var á bilinu 2 til 10 og næsta er önnur tala sem er fyrri talan sinnum einhver tala bilinu 2 upp í 10, þannig að svarið yrði alltaf heiltala. Eftir að því er lokið þá er boðið upp að spila annan leik, annars er hætt. Þannig að þetta er hérna það sem að verkefnið gekk út á, og ég ætla bara að byrja með það sama og var gefið þar, sem var bara index sem að gerði ekkert annað en það bara vísa í þetta scripts.js sem er þá innihaldi forritið okkar, og við erum í raun ekkert að keyra neitt hér. Við erum í raun bara að nota index.html til þess að keyra á stað JavaScript túlkin og keyra upp þetta forrit okkar. Síðan fengum við gefin þetta skapalón hérna, það sem er í raun bara multiline comment hérna sem skilgreina hvað þetta er. Síðan hérna fasti, þá þetta í raun til að segja okkur hversu marga leiki að spila. Þá er í raun gott að færa það yfir eitthvað svona fasta. Til dæmis í byrjun, þá viljum við ekki alltaf vera að keyra einhverjum 10 svona dæmi, þannig að þá gott til dæmis bara að lækka það í 2 eða eitthvað, eða 1, að meðan við erum meira að sjá þetta virka. Síðan erum við með þetta startfall sem þá keyrt til þess að byrja leikinn eða byrja forritið, og það sér þá það að halda utan hvort að við séum að spila leik, þegar að búa að spila leik, hvort það að spila annan leik eða hvort það að hætta. Síðan erum við með fall sem að spilar í gegnum eitt svona leik, eða eitt dæmi sem að eitt leik í heild sinni, sem heldur þá utan þessa stöðu á því hvað við erum búin að svara mörgum dæmum, og skilur okkur síðan upplýsingum það í lokin. Og svo erum við með fall sem að spila okkur eitrar spurningar og gefur okkur tilbaka hver er spurningin og hvert er svarið, og við getum síðan birt notanda það, og síðan í framhaldinu athuga hvort það sé rétt eða ekki. En þetta form hérna, og formið sem að þið fáið í verkefni 7 er í raun kallað JS-doc, og við sjáum það ef við höldum þessu hérna, þá kemur þetta núna sem svona comment, og í raun skjölurinn á forritinu, og við getum síðan sett svona ákveðin tagg inn í sem að gefa okkur þá frekari upplýsingar þetta. En við sjáum hérna það einhver villa í byrjun, og þegar við opnum hérna þá fáum við þessa villu hér, og við byrjum bara á því að hreinsa hana út, og þá ef við keyrum núna þá gerist ekki neitt. En ef við bara byrjum að útfæra í raun leikinn okkar,
það eru með strengir hérna til hliðar mig. Þá ætlum við að byrja bara að segja hérna, þú ert að fara að spila einhvern leik og það þetta markmiðið þar, svara eins mörgum bla bla bla, eins mörgum að hægt á einum leik. Og nú í rauninni það sem við ætlum að gera í rauninni þetta allar einhvern veginn að í rauninni keyra þessa leiki síðan áfram fyrir okkur og athuga hvort við viljum spila annan. Þannig að þá ætlum við bara að segja hérna með do-while-leikju á meðan eitthvað við ætlum að gera eitthvað ákveðið, við ætlum að spila sért leik á meðan að notandi segir já við því að spila annan leik. Þannig að núna ef við opnum þá fáum við hérna ok, spila annan leik, ok, spila annan leik, já, spila annan leik og hætta og þá hættum við. Þannig að það var keyrt þetta hér sem bara ekki neitt, það ekki neitt í þessu falli. Þannig að það var bara keyrt svo lengi sem ég sagði já í þessu. Þegar við munum hvað við sögðum seinast, ef við, eins og við sjáum hérna í documentationu á þessu, það tekur inn eitthvað message hérna sem strengur og skilar okkur boolean. Þetta er TypeScript typing á þessu sem við munum skoða í lokin. Þetta skilar okkur true ef ég íti á OK og false ef ég íti á cancel. Þannig að svo lengi sem ég íti á OK þá er þetta true og þá heldur þessi líki áfram. Þannig að þetta er í rauninni það sem við þurfum í þessu startfalli. Þannig að þannig erum við bara búin að taka þetta og nú er bara næsta sem við þurfum að gera er að útfæra hvernig ætlum við að spila svona leik. Og þá þurfum við í rauninni að fara að grípa til aðeins meiri, við þurfum að halda utan einhverja stöðu og staðan sem við þurfum að halda utanum er í raun hvað við erum búin að svara mörgu rétt. Það ætti að vera nóg fyrir okkur. Þannig að segjum hérna let correct vera bara 0. Þannig að við byrjum í raun leikinn þar sem við erum ekki búin að svara neinu rétt. Við þurfum síðan líka að vita hérna hversu margar sekúndur hafa liðið. Þannig að við þurfum í raun að halda utanum eitthvað start. Ok, let start jafnt og new date. Og svo sjáum við hérna að nú erum við með þessar villur hérna undir. Það er út af því að ég er með ESLint, sjáum eftir að sjá hvernig virkar, sem er í raun virkar eins og stælinn og er að segja mér einhverja hluti hérna það hvernig ég er svona betra fyrir mig að skrifa forritið mín. Já, leyfum því bara að vera þarna. Ok, þannig að núna er ég með þessar tvær breytur og núna þarf ég í raun að keyra í gegnum leikinn. Þannig að það er aftur svona, ok, ég þarf að keyra eitthvað ákveðið oft. Þá er gott að nota for loopur af því að við vitum í raun hversu mörg skipti við ætlum að keyra. Það er í raun skilgreint hérna í þessu games to play hjá okkur. Þannig við ætlum að segja bara for let i jafnt og 0 i minna en games to play i plus plus. Þannig að þá keyrum við það sem er inn í þessari hérna for-líkju tvisvar sinnum. Þannig að við keyrum það fyrir i jafnt og 0, i jafnt og 1 og þá er það orðið í raun jafnt games to play og þá hættir keyslan. Þannig að þetta mun keyra tvisvar sinnum eða ef við fyrir með þetta upp í 10 þá mun það keyra 10 sinnum. Og þá er spurning, ok, þannig að núna er þetta ein spurning sem við ætlum að spyrja. Þannig að hvernig viljum við díla við það? Jú, við getum notað þetta hérna ask-fall sem er þá í raun aftur að ýta ábyrgðinni yfir í eitthvað annað fall. Þannig að við þurfum ekki að skrifa rosalega mikinn kóða inn í þessari for-loopu. Heldur getum við reynt að halda for-loopunni eins lítill og við getum sem gerir það verkum að það verður auðveldara fyrir okkur að hugsa forritið okkar og ýta svona einhverjari flóknari virkni yfir í önnur fall. Ok, þannig að við ætlum að segja hérna const question jafnt og ask. Þetta hætti svona heita question, þetta er ekki eitthvað besta eða generate question eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta hérna mun innihalda spurningun okkar og þá er síðan aftur spurningin sko, hvar viljum við taka við svarinu? Viljum við hugsanlega taka við svarinu í þessu? Viljum við ýta allri ábyrgðinni á það að spyrja spurningarinnar og að fá svarið þangað? Já, það er kannski betra. Þá heitir þetta
kallum þetta bara result og það í raun ask. Þannig að þetta hérna mun sjá það að spyrja notanda spurningar og taka við svarinu, athuga hvort svarið sé rétt og skila okkur þá í raun true eða false inn í þessu. Þannig að þá getum við í raun fært okkur hingað og byrjað að útfæra ask-fallið okkar og ask-fallið okkar á að búa til spurningu, biðja svarið, taka við svarinu, athuga hvort að það sé rétt. Ef það er rétt, skila okkur true, annars skilar false, sem við síðan dílum við hér. Okay? Þannig að þá getum við til þess að fá svarið, þá þurfum við að spyrja notandann, prompt, þá segjum við hérna hvað er, þá þurfum við eitthvað question. Þannig að þá þurfum við einhvern veginn að vita hvaða spurningar við höfum að spyrja. Þannig að það var hérna sniðugt að færa það að búa til spurningar í nýtt fall. Ok, tristu því að segjum þá hérna question, jafnt og create question og það er þá aftur eitthvað fall sem býr til spurningu fyrir okkur. Þannig að þá getum við núna búið okkur til hérna nýtt fall sem er þetta. Þannig að hérna er í raun, það er ódýrt að búa til fall og það í raun getur hjálpað okkur við að manage þetta complexity sem að forritið okkar verður. Af því að við erum alveg komið með alveg ákveðna dýpt hérna núna. Við erum að gera eitthvað hér, sem kallar eitthvað hér, sem kallar eitthvað hér, sem kallar eitthvað hér. En það er í raun í hverju skrefi, þá ef við erum með stuttfall, þá verður auðveldara fyrir okkur að hugsa hvað er að gerast. Þannig að minnkum þetta hérna þannig að við sjáum kannski aðeins meira á skjánum hvað er í gangi. Create question ætla þá í raun að búa til spurningu fyrir okkur. Við höfum sett þetta hérna random number sem skilar okkur tölu af handahófi á einhverju bili og við höfum í raun úr dæminu þá höfum við getum búið til hérna, plus, mínus, markvöldun eða deilingar spurningu. Þannig að við skulum taka bara hérna og segja ok, hvað eru möguleikarnir á spurningunum okkar? Jú, geymum það í fylki. Þeir eru í raun plus, mínus, markvöldun og deiling. Þannig að fyrst það er í raun að ákveða hvernig spurningu ætlum við að búa til. Þannig að við getum notað það að við séum í raun með þessan random number generator hérna fyrir neðan og við getum búið bara til aðra breytu sem heitir operator sem er þá valið úr operatorsfylkin okkar af handahófi. Þá segjum við í raun random number frá 0 af því að þetta er stak 0 upp í stak n sem er þá lengdin á fylkinu okkar -1 og því það byrjar í 0 þannig að það er 0, 1, 2, 3 en þetta eru 4 stök þannig að við viljum upp í 3 þannig að við segjum operators length -1 og þetta er þá operatorinn okkar. Síðan þurfum við í raun 2 tölur og þá höfum við aftur þennan random number generator hérna fyrir neðan sem við getum notað const a jafnt og random number og þetta var 10 til 100 í flestum tilfellum. Byrjum þá með það. Ok, þannig að við erum komin með hérna einhverja 2 tölur. Við erum komin með einhvern operator. Síðan þurfum við í raun að skila þessu. Þannig að við getum bara skila hérna return a og operator hérna b. Þannig að þá erum við komið þetta. Þannig að þá erum við komið með einhverja spurningu hér. Við þurfum að fá eitthvað svar hér. Þá erum við aftur hvernig viljum við díla við svarið? Þannig að ef við keyrum þetta núna bara fram og skilum bara answer hérna og við gerum ekki neitt hérna. Þannig að við keyrum þetta og við refreshum núna og sjáum hvað við erum komið með. Ok, hvað er 73 mínus 52?
ok, það er eitthvað svar, 1, spila annan leik, hvað er 30 mínus 9, ok, cancel og cancel, þá erum við með 1 hérna, þannig við spilum bara alltaf 1 leik, þannig við gerum þetta aftur, skoðum aðeins hvað erum að gera, 60 pluss 11, ok, 71, ok, þarna viljum við grípa, þarna vantar okkur núna að grípa að við skrifum eitthvað rétt. Þá er í raun spurningin sem við þurfum að svara núna, hvernig veit ég hvað er rétt svar? Hvernig veit ég að þetta hérna sé rétt eða rangt? Þannig ég þarf einhvern veginn að vera búin að reikna út úr því hér. Ég þarf einhvern veginn að vita að það sé rétt eða rangt svar. Þannig að það sem við getum gert hérna er í raun bara að reikna. Það er eitthvað sem þarf að mjúta. Við getum bara reiknað út úr þessu, út frá því hvaða virkja við erum með. Og þá getum við hugsað, ok, ef virkin okkar er plus, þá er svarið okkar A plus B. En út af því að þetta verður svolítið svona suppulegt, þá getum við staðið nota bara switch. Þannig að við getum gert switch á operator. Og þá getum við búið bara til case, sem sagt hvað við ætlum að gera fyrir hvert einasta case í þessu hjá okkur. Og þá er það bara hérna fyrir plus, fyrir mínus, og fyrir deilingu, og svo default, og default er bara break. Default case okkar er ekki að gera neitt. Þannig hérna er mínus, hérna er sinnum og hérna er deiling. Þannig á sama skapi erum við núna búin að leysa út úr því hvernig við getum gert mismunandi dæmi, af því að við vildum ekki hafa nákvæmlega sömu inntökin í öll saman. Þannig fyrir plus þá var það frá 10 upp í 100, en fyrir margföldun 1 og upp í 10, en fyrir deilinguna þá var það 2 upp í 10 og síðan sú tala sinnum eitthvað upp 2 upp í 10, nei, deilt með einhver upp í 10. Þannig að þá getum við fært þessar hérna skilgreiningar. Við getum bara tekið þetta hérna svona og sett þetta hingað, sett þetta hingað og hingað og svo að lokum hingað. Breytt þessu bara í let A, let B. Þannig að þetta eru breytur sem við megum breyta hérna seinna meir og verða þá skilgreindar hérna. En núna viljum við líka halda utan svarið okkar. Þannig að svarið okkar er eitthvað sem við ætlum að reikna út hérna. Þannig að spurningun okkar hérna fyrir plusin verður A plus B. Svarið verður A plus B. Fyrir ekki answer. Svarið okkar verður hérna A minus B. Svarið okkar verður hérna A sinnum B. Og þetta átti að vera 1 upp í 10. 1 upp í 10. Svo svarið okkar verður hérna A deilt með B. En hérna átti að vera 2 upp í 10. Og síðan átti þetta að vera 2 upp í 10 sinnum, já þetta verður öfugt. Þannig að, nei, fyrir ekki, þetta átti að vera, öfugt. Svo fyrst tellarinn, svo nefnarinn. Þannig að þetta átti að vera svona og svona. Þannig að þá erum við búin að segja hérna, þetta býr til spurningu fyrir okkur, svo þetta velur fyrir okkur að handahófa eitthvað virkja. Fyrir hvert virkja býr til þá A og B út frá þeim virkja, reiknar út svari fyrir okkur og sen í lokin þá þurfum við eitthvað að gera eitthvað annað hérna. Þá við getum ekki skilað streng eða svarinu í einu. Jú, við getum það reyndar ef við notum bara object. Þannig að notum það bara objectina sem er þá í raun með question er þá þetta, hvað er A virki B og svarið okkar er síðan það sem við erum búin að reikna út. Þannig hérna sjáum við erum með skila hlut, hérna skilgreinum við lykilinn í hlutum okkar og hann er með þetta hérna. En hérna þurfum við ekki að gera ansver, tvíbútur ansver, út af því að það er
shorthand fyrir það er bara að segja þetta einu sinni. Ok, þannig að við erum komið með eitthvað hérna og núna getum við athugað við getum sem sagt gert hérna create question, svo getum við gert console log question, og keyrum núna forritið okkar. Hvað er object? Úbúsí, við sem sagt glemdum að breyta hérna úr question yfir í question.question, þegar við sjáum hérna núna niður í hérna að við fáum hérna spurningun okkar og svarið okkar. Þannig að við þurfum að uppfæra þetta í að segja question.answer og svo getum við jafnvel hérna nýtt okkur bara debuggerinn. Þannig að núna keyrum við þetta upp. Ok, nú fáum við hérna stopp í debugger. Nú þurfum við reynda aðeins meira pláss og steppum. Ok, fáum núna prompt. Hvað er 21? Það er eitthvað skrítið. Það er ekki eitt af já, ég gerði answer hérna í staðan fyrir question.question. Þannig að hvað er 21? Svarið við því er þó líklegast hérna það sem er í question hérna. Já, ok, 1. Ok, en það meira pláss, kollapsa þessu hérna bara. Og þá sjáum við hérna að questionið okkar átti að vera 43 mínus 22, þar sem svarið er 21. Hérna er ég búinn að svara ansvar og það er 1, strengurinn 1 sér í lagi. Og við myndum vilja bera það saman við þetta ansvar hérna. Ok. Þannig að við sjáum allavega hvað við þurfum að gera núna. Við þurfum að laga þennan bug hérna að segja hvað er question.question. Og síðan þurfum við að taka answer og við þurfum að bera það saman við answer og question.answer. Ok, en þá er þetta hérna óþarfi, þannig að við skilum því bara hvort að svarið hafi verið rétt eða ekki. Ok, keyrum þetta aftur með debugger. Þegar núna keyrum við þetta upp hérna, steppum. Hvað er 31 mínus 54? 31 mínus 54, það eru mínus 23, mínus 23. Ok, þá erum við með hérna answer. En þá séum við erum með answerinn streng. Answer er streng og við erum að bera það saman við töluna mínus 23. Þannig að hérna þurfum við við þurfum að gera eitthvað við þetta. Það gengur ekki, við getum ekki borið saman. Jú, við gætum borið það saman ef við værum með veikan samanburð hér, en við viljum halda okkur við það að við vera að bera saman epli og epli. Þannig að við steppum hérna, við komum hérna út og result varð í raun hérna false, af því þetta var að bera saman tvær mismunandi týpur. Þannig að leyfum þessu bara ganga sér gang hérna og lögum þetta. Og það sem við þurfum þá að gera hérna er í raun að segja parse int. Og það er þá hérna answer í tíundakerfinu. Þannig að þá getum við borið þetta tvennt saman og þá erum við sátt við þetta. Fyrir utan að við erum ekki búin að díla við hvað gerist ef við fáum null hérna, sem er það sem gerist ef einhver ítir á cancel. Þannig að ef við fáum answer jafnt og null, þá ætlum við bara að skila null. Og þá erum við komið með þetta asks sendir okkur skilur okkur annarkvort gildi sem er null, true eða false. Þannig að við þurfum þá að geta að díla við það úr þessu hérna. Þannig að núna erum við búin að búa til spurningar okkar, búin að spyrja hennar og fá svarið og núna erum við ennþá hérna komin aftur upp í leikinn þar sem við viljum núna að fara að halda utan hvað gerðist hvað gerist við það að keyra leikinn í gegn. Þannig að við þurfum að segja hérna byrjum bara að díla við það if result jafnt og null. Hérna verðum við að bera þetta saman við null, af því ef við segjum bara if not result þá fáum við líka case þar sem result er false, sem er í raun annað case fyrir okkur.
Þannig að við viljum sérstaklega díla við það ef við fáum null case tilbaka. Þá ætlum við bara að segja hérna alert og þá er eitthvað hætt í leik. Og svo bara return sem þá í raun bara hættir í þessu og hættir bara í þessu hérna falli og fer með okkur aftur hingað og þá í raun aftur í þetta, viltu spila annan leik. Ef við hins vegar fáum result sem sönn, þá viljum við stækka þessa hérna breytu af því þá í raun rétt svar hjá okkur. Og þá segjum við if result, þá verður correct plus sem þá verður þetta í raun stækkart eina heiltölu. Þannig að í fyrsta rétta svarið okkar þá verður þetta 1. Síðan keyrir þetta í raun í gegnum bara alla það spurningar sem við viljum að spyrja, sem eru þá í raun games to play. Síðan þegar því lokið, þá þurfum við að prenta út þessar upplýsingar hvernig viðkomandi gekk og láta vita í raun hversu langan tíma það tók og hversu meðal rétt svör á sekúndu viðkomandi var með. Þannig að þá þurfum við að vita endadagsninguna, það þá aftur new date og þá segjum við hvað bara elapsed sem þá í raun bara tími sem tekin, sem þá bara munurinn á endadagsningunni meðan við byrjunardagsninguna sem að ef við munum var í millisekundum, þannig að við þurfum að deila í þetta með 1000 til þess að fá út sekundur. Og svo getum við fengið average þá í raun bara correct deilt með elapsed. Það meðal rétt svör á sekundu. Svo hérna getum við lagað þetta, sett þetta sem const þegar við erum ekkert að fara að breyta þessu. Const sama hér, við erum ekkert að fara að breyta þessu, en við erum að fara að breyta þessu hér. Þannig að við getum látum það vera sem let. Já, nú erum við hvort að ég að hugsanlega að skugga hérna, no shadow. Ég að fela þetta hérna fall fyrir þessu hér. Þetta ég mun ekki geta kallað þetta fall út af því að ég er búin að endurskilgreina breytu hérna sem heitir start. Þannig að ég geti komast frá hérna að gera eitthvað svona start, svona. Síðan ætluðum við í raun bara að fá þessi skilaboð og skilaboðin voru hérna svona og að því við ætlum að skila þessi í 2 línum þá getum við notað hérna backtick result jafnt og backtick pastum þessu og þá getum við sagt hérna þú svaraðir correct af games to play, dæmum rétt á elapsed sekundum, meðal rétt svör á sekundu eru average. Og síðan látum við vita þessum niðurstöðum okkar og það var að hvort ykkur hérna. Já, hún er á lönglínan en so be it. Og vistum þetta og lítur út fyrir að við séum með allt rétt hérna. Þá er bara hérna, hvað er 4 sinnum 4? 16. Þú svaraðir einu af einu dæmi rétt á 2,306 sekundum með rétt svörundur bara, þetta eru rosalega margir aukastafir. Það að seinast sem við þurfum að gera hérna er í raun að fara og segja þetta á að vera to fixed 2 og sama með þennan. Þannig að við setjum þetta utanum to fixed 2. Svona. Og þá getum við prófað að hækka gildi hérna upp í 2 til dæmis. Ok, byrja, 5, 49, 40, 90, 101. Þannig að ég svaraði einu af 2 svörum dæmum rétt á 6 sekundum. Meðal rétt svör á sekundu eru 0,17. Spila annan leik, cancel, hætti leik, spila annan leik, cancel og cancel. Þannig að þarna erum við búin að fara í gegnum og útfæra þetta sem skildi. Og í raun vinna okkur þá þetta, hvað er það fyrsta sem við viljum
fá inn og bregðast við og í raun grafa okkur síðan niður, skipta forritin okkur upp í þessi nokkur föll og reyna að halda þeim svona tiltölulega stuttum, reyna að gera einn hlut í einu og svona, já, reyna að brjóta þau upp það sem að make sense að brjóta þau upp.